Nú legg ég augun aftur. Já, enn og aftur. Í morgunsárið. Svo ég heyri hugsanir mínar. Sjá ég hugskot mitt. Og hugurinn stefnir strax í vatnaskilin sem áður voru nefnd. Þau voru ekki einföld. Þau voru margföld. Efst á blaði var hins vegar þessi ótrúlega djúpstæði eða djúpstæða löngun mín til þess að læra það að verða hljómsveitarstjóri. Mér reyndar alveg megn að skilja þá áráttu 9 ára drengs. En það ekki mitt að skilja svo sem nokkuð skapaðan hlut, heldur bara að segja satt. Þó fyrir hefði verið. Já, þau voru margföld. Nú fékk ég óstjórnlegan áhuga á enskri tungu, að læra hana og skilja. Ég var nú búin að vera í skóla í tæpt ár og gengi í gegnum sama pensum og jafnaldrar mínir í London og talaði ensku við þá og lifði og hrærðist í þessu tungumáli. En þegar ég kom heim var ég staðráðin í því, ég veit ekkert af hverju, að bæta nú í seglin, læra fleiri orð og byggja á þessari þekkingu þannig að þetta yrði mér, að enskan yrði mér enn tamari. Það var nú ekki möguðangar að gresja í skólanum. Hérna heima, Breiðagerði. Það var nú ekki mikið enskar bókmenntir þar eða ensku kennslu. Það var ósköp lítið og ég kunni það flest. Ef ekki allt. En það var arakur og bókum hérna heima í safni föður míns ótrúlegustu efni og ég sökti mér ofan í þær. Og ég man að ég skildi ekki nema helminginn af því sem ég las. En ég einsetti mig bara að lesa setningarnar og
giska á hvað þau orð þýddu sem ég skildi ekki. Og svo fór ég að rekast á þessu sömu orð aftur og aftur. Datt nú aldrei í hug að fletta upp í orðabók. Mér hefur alltaf fundist það fremur leiðilegt. Og þá fór mig að gruna hvað viðkomandi orð þýddi. Bara af samhenginu. Svo man ég svo greinilega eftir því að þá var þáttur í útvarpinu Ríkisútvarpinu, og hann var á þriðjudagskvöldum og ég held ég mig fullorðna að vera klukkan 11. Og hann hét á Hljóðbergi og var í umsjá T.H. Björnssonar listfræðings. Björn kynnti þar hljóðrit frá BBC hinn og þessi menningamál, listamenn og þess áttar. Og ég hlustaði á þá þætti bara í hverju viku. Ég mátti ekki til þess hugsa að missa einum einasta þeirra. Því að þarna var töluð enska, alvöru enska, eins og ég hafði lært í bæði Fulham og Greenford, skólunum þar. Og allt miðaðist við það að ég gæti nýtt mér þetta tungumál til þess að nálgast það markmið sem ég hafði sett mér. Og eins og ég sagði áður, þá var ég fastu gestur í The English Bookshop í Reykjavík og fór að tala við afgreiðslufólkið og sagði frá áhuga mínum á tónlist og spurði hvort ekki mætti nú ekki panta fleiri svona skemmtilega bækur allt mögulegt. Ég man til dæmis eftir einni bók sem ég rakst á. Í Hafnarstræti held ég megi segja, minni það, sem hét Teach Yourself, þetta og hitt. Þetta var svona sería. Þar var til dæmis bók eins og Teach Yourself Music Theory eða Teach Yourself Orchestration. Svo kom út bækur frá litla svona kiljur frá Penguin Books, History of Music í mörgum heftum, og þessar bækur voru mjög aðgengilegar og ég keypti þær allar og pantaði það sem vantaði upp á. Nú svo er hún hérna, það var nú ekkert bókasafni svona almenningsbókasafn sem ég vissi þá, nema þá borgarbókasafn, og það var nú fátt fína drætti þar, og en samt furða hvað menn hér
Fyrir á 20. öld hefðu byssað við að skrifa og þýða tónskáldaþætti og annað þess áttar. Og þær bækur eignaðist í allar. Hét hann ekki Theodor Árnason, það er sem við minni það. Sem gátt einhverja tónlistarsögu eða kafla tónskáld. Þetta var allt mjög rómantískt og ævintýralega sögur. Svona eins og til dæmis að borðið það Hendel fór að skilmast við einhvern og það var hnappurinn og frakkanum hans sem barg líf hans. Þetta þétti fínt. Nú ævintýrasögurnar af Mozart og endalausar ýkjusögur og þurfti þá ekki ýkja neitt, bara að segja satt hann. Og þessi menn voru eiginlega allir, virtust allir í guðatölu. En svo því ég fór að lesa ensku bækurnar, þá kom hann á ýmislegt annað í ljós. Þessi menn voru ekki alveg fullkomnir. Og í sumum tilfellum voru þeir fjarri því. Og svona, þessu Atli Heimir segir alltaf, því hann búið með setning á þessu segir hann, og svona. Mér langar í þessu sambandi að því ég nefndi skólana mína í Fulham og Greenford að ljúka þessum fréttapistli frá Lundunum með því að nefna lítinn lagaflokk sem alls ekkert lítill en samt lítill eftir Benjamin Britten, Sir Benjamin Britten, sem ég lærði í drengjakór Fulham skólans. Og þessi lagaflokkur hét Friday Afternoons. Benjamin Britten var mikil barnagæla og mikill tónlistar uppalandi, eins og Bernstein í London og Kodály og Karl Orff og svoleiðis menn. Lagaflokkurinn hét Friday Afternoons og nú ég ekki viss ég fer rétt með, en ég held ég muni þetta rétt, sökum þess að einhver ágætis maður bað Britten að semja lagaflokk fyrir drengjakórinn sinn. En það mætti ekki vera of erfiður af því þeir væri bara svo litli strákar. Og það eins og við manninn mælt að þegar tónskáld setja sér ákveðin takmörk, æði ekki út allan völl, að þá verður útkoman oft alveg einstaklega falleg. Og það á svo sannarlega við þennan lagaflokk. Allan sé ekki svona 20-25 mínútur lengt,
þó ég þor ekki að fara með það. En ég hef aldrei heyrt hann fluttan á Íslandi, þó það sé nú ekki að marka. En ekki verið límdu við skerið. En hann sunginn við píanóundirleik og að mestu einrata. Og lögin svo fallega að maður bara tárast, allavega táraðist ég við það að syngja þessi lög. Ljóðinu voru svo fallega líka sem að Britinn valdi. Perlan í þessum lagaflokki hiklaust The Cuckoo Song. Gauks, söngur Gauksins. Og ef ég man rétt þá það litla lag í 2 röddum og neðri röddin syngur eiginlega alveg í gegn. Kúkú, kúkú, kúkú. Eða hluta af kórnum. Og síðan eins söngur, drengjarödd, sem syngur þetta yndislega lag. Það svo fallegt að það gæti verið þjóðlag. Þó ég veit ekki nákvæmlega hvað ég að segja með því. Það svona alveg eilíft lag. Og það kom í minn hlut að syngja þetta einsöngshlutverk með Fulham drengjakórnum. Og það var gaman. Ég ekki að státa mig af þessu, ég bara að segja það að líf mitt var smátt og smátt farið að snúast tónlist og ekkert nema tónlist. Nú. Þegar ég kem heim, þessi ásamt fjölskyldunni, þessi drengur sem ætlaði sér að vera ljósstjóri, þá byrjar hann náttúrulega á því strax haustið að safna saman strákum úr hverfinu og búa til hljómsveit og stjórna henni. Það var ekkert öðruvísi. Og við æfðum í 2 ár. Ég skrifaði niður hljóm og texta og svona. Var ákveðnastur, þóttist vita meira en aðrir. Svona eins konar hljómsveitarstjóri og sáum þetta allt saman og talaði við Hannes Flóssason og við fengum að æfa í Breiðagerðaskóla og spiluðum svo þar á lokaballi. Og frá því segir hér á öðrum stað á þessari heimasíðu. Nú við héldum hópinn að mestu þegar við fluttum okkur set í Réttarholtsskóla og þar hélt þessi skólahljómsveit áfram. Það vísu breyttist eins og ég segi grúppan aðeins og þar spiluðum við bara á böllum og ekkert öðruvísi. Og svo tók ég upp á því að beiðni, ég held að það hafi verið Hinriks Bjarnasonar sem var kennari þá í Réttarholtsskóla, að leika einleik á
flygilinn í salnum á árshátíð eða einhverju slíku og þá lög eftir sjálf á mig. Ég kann þau lög eða þá, þau eru ekki merkileg. Öll í einhverju rondoformi, A, B, A, C, A, D, A, eitthvað svoleiðis. Mikið með endurtekningar. En hvað var það? Maður var allur í þessu. En hvað var það formlegt nám? Þegar ég kem frá London þá hringir hún Hanna Guðjóns, fyrrum píanókennari minn í Rögnvald Sigurjónsson og segir að hér sé hún sem hérna með efnilegan nemanda sem heiti Gummi, hvort hann vilja nú ekki taka við honum. Og ég fór til Rögnvaldar, var hjá honum í 2 ár og það var mikið fingraæfingar og hérna Czerny náttúrulega þar að leiðandi. Ég ætla nú ekki að ræða meir Czerny, ég hef gert það á öðrum stað. En ég man sérstaklega eftir einu verkefni sem mér þótti óskaplega vænt sem var barnalagaflokkur eftir Leif Þórarinsson. 5-6 lög í svona nútímastíl, eða allavega sagði Rögnvaldur að þetta væri nútímatónlist, sem er nú ekki alveg rétt. Þetta var svo langt frá því að vera eitthvað serialt eða atónalt eða kromatís, þetta var frekar mótalt ef ég man rétt, en þó kann mér að skjátlast. Svo þegar Röggvi var búinn að fá nóg af mér, þá hringir hann og þá mér farið að langa til að spila á orgel, læra á orgel, að því þá komið þetta fína orgel í kirkju óháða sofnaðarins með pedalvirki, 2 áttundir og ég var hvort ég alltaf að spila á það, þó ekki nema í sunnudagaskólanum. En pabbi hérna fékk ókeypis orgelspilverk, ekki fékk ég krónu fyrir það, enda líka þótti mér þetta mikið leiður. Svo ég fyrir til Páls og pabbi kom með mér, enda ég man það. Þrömmuðum upp tréstegana í dómkirkjunni og þar tók á móti okkur það sem mér þótti gamall maður frekar fremur feillaginn og svona þreyttur á lífinu svolítið, pínlítið. Það var líka orðinn þá veikur eða bara þreyttur, enda hafði hann unnið mikið verk. Pabbi spurði hvort hann vildi hann ekki taka mikið lægri og Páll sagði að Rögnvaldur hefði nú hringt á undan og það var nú bara alveg sjálfsagt. Og þá hófst það samstarf og það mætti halda langar sögur. Páll var yndislegur kennari og leiddi mig inn í alls konar tónlist sem ég hafði náttúrulega bara aldrei spilað áður. Mér þótti þetta mjög spennandi að spila á pedalna þó ég næði bara valla niður á þá og hitti sjaldnast. Mér var bannað að horfa niður, ég ekki nema bara í neyð og svo var sagt táhæll og eitthvað fleira. Og svo voru alls konar hljóð í þessu orgeli og meiri sér var bjölluspil sem var, held ég, einungis notast við á jólum þegar sungið var og leikinn jólasálmurinn Heim sum ból
var útvarpað allt land og Páll lék síðan sínar tokkutur og fúkur og undan eftir. Ég var alveg gáttaður því ég sá hann spila á orgelið. Bæði í tímum og bæði í tímum þegar hann var að sýna mér og eins þegar ég heyrði hann spila í útvarpið, jólamessur og þess háttar. Nú til að gera langa sögu stutta, þá endar þetta allt með því að ég held að ég færi rétt með hérna ártöl, endar þetta allt með því að pabbi leiði mig upp stigann í tónlistarskólanum eftir 2 ára nám hjá Páli og með þótti þetta mjög margar tröppur samanber Gradus ad Parnassum. Ég hugsaði með sjálfum mér, þó ég skrökk við því, skyldi ég nokkuð tíma komast alla leið upp þennan stiga. Og við okkur var boðin á skrifstofu skólastjóra og það fór vel á með þeim félögum, pappa og Jóni Nordal. Þeir þekktust náttúrulega og pappi þekkti Sigurð Nordal vel, hafði numið á honum í háskólanum og svo þá og frá þessu gengið að ég skyldi hefja nám í tónlistarskólanum og ég bað það að fá að læra hjá Ásgeiri Bindinsinni á píanóið. Þú voru að gera meira en að spila á píanó. Þú voru að læra fræðin, Guðmundur. Og þá tók á móti mér Fjölnir Stefánsson og var að kenna með tónfræði og Jón Þórarinsson og svo aftur Fjölnir Stefánsson og svona gekk þetta í 1 eða kannski 2 vetur. En á sama tíma í húsinu beint fyrir neðan tónlistarskólann, þar sem verið hafði bílasmiðja, var pabbi að paugast við það að stofna sjónvarp og leiguði í 176, eða ekki. Skipuleggja húsnæðið, ráða fréttamenn og dagskrárgerðarmenn, hvort sem þeir hétu Kristján Eldjárn, Vigdís Finnbogadóttir, Eiður Guðnason, Ómar Ragnarsson, Magnús Bjarnfreðsson eða Ólafur Ragnar Grímsson sem gerði nú allt vitlaust og sem betur fyrr. Það var nú frægt þegar hann tók 11 bankastjóra, dvergbankastjóra á beinið í beinni útsendingu. Það munaði nú minnstu þessum þeirra stæðunum bara upp á færu. Ómar Ragnarsson sagði mér í óspurðu fréttum í bílageymslu útvarsins einu sinni að þetta viðtal Ólafs fjölda banka á Íslandi væri merkilega sjónvarpsþáttur eða fréttaskýringaþáttur sem gerður hefði verið á Íslandi. Það var nú nokkru seinna. En kjarni málsins var sá að við pabbi gátum samstillt ferðir okkar. Þegar hann fór á mótnana, þá fór ég með honum og svo var ég bara í tónlistarskólanum. Það var að æfa mig og læra
og svo erum við samferða heim. Svona gekk þetta í mörg ár, 4 eða 5, þangað til ég lauk prófi.